ég ætla að leggja fyrir spurningu og ef að svarið ekki afdráttarlaust já, að þá veit ég að þið langar ekki í ESB. Ef að við klárum aðildarviðræður og við erum með bara fínan samning á borðinu og þú ekki sem forsætisráðherra heldur bara sem Kristrún sem fer inn í kjörklefan, myndur þú setja já við það að fara inn í ESB? Ef við fáum góðan samning, já. Bara ekki spurning, bara góð. Ef við fáum góðan samning. Þá veldi ég fyrir mér. Þú sagðir hérna fyrir ekki svo löngu að við ættum alls ekki að vera íhuga það að fara inn í ESB nema við værum með allt með feldu. Núna hækkandi verðbólga, hækkandi atvinnuleysi og margt svona sem bendir til þess að veturinn mun koma til með að verða ansi erfiður varðar hagstjórn. Viðreisn náttúrulega nýtir þetta til þess að tala það að þetta væri alltaf miklu betra ef við værum innan ESB. Já, þetta eins svokallaða kenningum að við séum að reyna að stýra ríkinu viljandi á vonda veg til að koma inn í Evrópusambandið. Ég ger mér fulla grein fyrir því að þið eruð ekki að stýra hérna öllu í strand til þess að við förum inn í ESB. Ég ekki svo vitlaus. Hins vegar, þá sagðir þú að við ættum að vera með frekar lignan sjó þegar við myndum fara inn. Já. Sjórinn ekkert svakalega lign núna. Akkur erum við þá að pæla í þessu? Ég bara ekki alveg sammála þessu. Okay. Það ekki allt komið á eitthvað fullkominn stað, en við erum ekki á vondum stað. Við erum bara alls ekki á vondum stað. Sko, atvinnuleysi ekki svona hátt. Neysla ennþá öflug. Það bara ágætis fjárfesting í gangi hagkerfinu. Við erum að detta í meðaltalshagvöxt. Það hægsta fólksfjölgun sem hefur skapað mikið þrýsting á íslenskt samfélag. Við erum bara að detta í ágætistakt. Ég meina verðbólgan treg. Þú veist, hvað annað nýtt? Það hefur alltaf verið erfitt að ná verðbólgu niður á Íslandi. Við erum samt, ég meina það ekki eins og sé 10% verðbólga eins og var á síðasta kjörtímabili. Þannig að allt fullkomið? Nei. Vil ég gera betur? Já. Allt ómögulegt? Alls ekki. Það margt mjög gott. Við erum að komast yfir nullið í afkomi í fyrsta skipti í ofboðslega langan tíma. Skuldsetning ríkissjóðs hefur hríðlækkað. Hún lækkaði 7,5% af landsframleiðslu bara á síðasta ári út af uppgjörinu ÍL-sjóði, út af Íslandsbanka, út af því að búið að taka til í alls konar fjárstýringu hjá ríkinu. Við erum á góðum stað að mörgu leyti og ef þú horfir í rauninni á bara svona almenn skilyrði eins og þessi blessuðu Maastricht skilyrði, þá tikkum við bara í flest box nema einmitt vexti og verðbólgu. Það bara þannig. Þannig að við erum líka, veistu hvað, ég held við séum líka á góðum stað, ég held við séum að mörguleita góðum stað samfélagslega. Sko, já, það alveg ólgótt einhverjum málum, en þetta ekki sambarlegt við 2009-13. Ég meina, Ísland stendur vel, við erum sterkt samfélag. Þú veist, fólki líður upp til hópa veljarna, það auðvitað alltaf angar samfélaginu sem þarf að vinna betur að og hlúa betur að. Við erum með sjálfstraust, okkur líður vel. Það var það sem ég var að meina, að ef við færum í þessa vegferð, gerðum við það með hausinn hátt, ekki að hnjánum. Þú veist, við settum hnefana aðeins niður í borðið, við vildum fá virðingu, við værum auðvitað raunhæf í því upp á hvaða marki einhverja sérlausnir var í boði. En ég ekki sammála því að við séum á vondum stað. En ég meina þessi atkvæðagreiðsla sem við erum að fara í dag, mér finnst allt í lagi að fólk sem alls konar skoðunar því. Það sem fer fyrir brjóstið á mér. Ég segi þetta bæði sem leiðtogi ríkisstjórn en líka bara sem almennum Íslendingi, þar sem okkur hefur að minnstakosti farnast það vel. Þáttur að hlutinir hafa aldrei verið eitthvað fullkomnir að við höfum verið samheldið samfélag, við höfum verið gott samfélag. Það hefur verið svona takmörku polarisering við hefum bara tala hreint út hlutinu sko. Ekki vera að láta eins og eitthvað sé eitthvað sem það ekki. Þessi atkvæðagreiðsla snýst hvort við opnum að aðildarviðræður eða ekki. Hún snýst ekki það að ganga inn í Evrópusambandið ekki. Við getum ekki tekið ákvörðun að ganga þarna inn fyrir en eftir 2 atkvæðagreiðslur. Og fólk þarf ekki að vera búið að gera upp við sig nákvæmlega hvað því finnst Evrópusambandið, hvers konar samningar hægt að fá eða ekki, hvort þetta sé aðlögun eða ekki. Það skiptir ekki máli hvað ég segi við því hér í þessu viðtali í fréttunum hvað við gætum fengið. Fólk mun ekki trúa því og ég veit það ekki sjálf fyrir en við fáum þennan samning. Þannig að þú veist, ef fólk vil ekki eyða tími í þetta, þá það allt í lagi. En ég mjög viðkvæm fyrir þessari upplýsingaóreiðu hvað þessi atkvæðagreiðsla að því mér finnst það ekki hollt fyrir okkur sem samfélag og ég þoli alveg gagnrýni og ég sé mörg tækifæri fyrir Ísland þó að við göngum ekki inn í Evrópusambandi.
ég vil samt bara fólk sé upplýst sko. Þetta snýst valkosti, viljum við sjá hvað okkur býðst eða ekki. Og ég held á tímum sem þessum, almennt, þá betra að fjölga valkostum en fækka þeim og taka svo upplýsta afstöðu til þeirra.